Góðan daginn. Ég heiti Ragna Gestsdóttir og er starfsmaður Minjasafnsins á Akureyri. Ég ætla að segja ykkur frá starfsemi Safnaklassa Eyjafjarðar, segja frá þeim vettvangi almennt, hvernig samstarfinu og skipulaginu hjá okkur er háttað og okkar helstu verkefnum. Minjasafnið er hluti af Safnaklassa Eyjafjarðar og lengst af hefur safnið átt þar fulltrúa í stjórn og eða verkefnastjórnum. Ég var fulltrúi Minjasafnsins í stjórnum á árunum 2013 til 2016 og seinna hef ég svo tekið þátt í ýmsum verkefnum á vegum klassans. Safnaklasi Eyjafjarðar eru öll söfn í sveitarfélögum við Eyjafjörð. Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð, Hörgársveit, Akureyrarkaupstað, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðshrepp og Grýtubakkarhrepp. Hugmyndin með þessu samstarfi er að sameina krafta allra safna og sýninga á svæðinu, bæði kynningamálum sem og að veita hvort öðru faglegan stuðning. Söfn og sýningar eru oft fámennir vinnustaðir og þar sem fólk þarf að ganga í flest ef ekki öll verk. Og þau verkefni eru svo sannarlega fjölbreytt og lúta málefnum bæði út á við í samfélaginu sem og allt innra starf. Kynningamál og markaðssetning eru þannig bara einn angi af starfseminni sem Safnaklassin hefur að einhver leyti tekið þátt í, með það markmið að efla ímynd safna á svæðinu með því að minna okkur öll í einu. En við hjálpumst líka að í innra starfinu. Það hefur ekki síður reynst gefandi að geta lært á hvort öðru þegar kemur að skráningu, sýningum og meðhöndlun safngripa. Við erum öll að takast á við þessi verkefni í mismiklu mæli. Safnaklassin er næstum öll söfn og sýningar á Eyjafjarðarsvæðinu, eða 20 aðilar, sem eru mjög ólíkir, bæði hvað varðar söfnunarsvið og rekstrargrundvöll. Í safnaklassanum eru söfn sem eru rekin á sveitarfélögum á svæðinu, eins og byggðasöfn, listasafn, bókasöfn, og eins og í tilfelli Minjasafnsins á Akureyri þá er það í eigu 5 sveitarfélaga af Eyjafjörð og er með rekstrareiningar í fleiri en einu sveitarfélagi og alls 5 söfn á sínum vegum. Sum söfn í safnaklassanum eru í einhverjum tilfellum styrkt af sveitarfélögum en reksturinn í höndum sjálfseignarstofnana eða félagasamtaka sem byggja reksturinn á sjálfsaflafé. Einnig eru sjálfseignarstofnanir sem misjafnlega margir koma að, bæði félagasamtök, fyrirtæki og stundum sveitarfélög. Og svo eru það einkarekin söfn sem starfa á forsendum faglegs safna eða sýningarstarfs og eiga þar af leiðandi samleið með okkur í safnaklassanum. Þannig að fyrirkomulag rekstursins er á ýmsa vegu. Þetta samstarf hefur verið í gangi í 15 ár og auðvitað hafa aðilar komið og farið úr þessu samstarfi og bæði söfn og sýningar orðið til og hætt starfsemi. En þessi vettvangur, safnaklassin, hann er bara hugsaður sem viðbót við starfsemina og sem faglegur vettvangur fyrir safnafólk á svæðinu. Safnaklassin sér ekki kynningamál fyrir söfn eða sýningar að öðru leyti en að taka á móti kynningarefni sem söfn leggja til þegar ákveðið er að fara í sameiginleg verkefni. Safnaklassin er þannig viðbót við allt sem söfnin þurfa að starfa að sjálf til að halda sjó. Þannig að þegar og ef einhver er starfandi á safni, þá getur viðkomandi tekið þátt í þessu samstarfi. Að starfa svona saman getur í ákveðnum verkefnum gefið mun meira vægi. En það er ekki heldur alltaf sem söfn sjá sér fært að taka þátt í samstarfinu og getur það bara ráðist á breytilegum ástæðum og aðstæðum hverju sinni, opnunartíma, starfshlutfalli og mannafla. En aðalega til að geta verið með, þá þarf safn eða sýning að vera með fulltrúa í samstarfinu, einhvern sem talar fyrir hönd safnsins og getur tekið þátt. Safnaklassin er kannski ekki þekkt sem eining svona út á við, allavega ekki undir þessu heiti. En það er ekki hugmyndi með samstarfinu. Það eru allir með sína starfsemi á eigin vegum og með sín sérkenni, söfnuna og sýningarstefnu og rekstraform. Það eru allir með annaðhvort eigin heimasíðu eða aðra samfélagsmiðlasíðu. Allir útbúa sitt kynningarefni og vinna í að koma sér og sínu safni á framfæri. En samfélagið er meðvitað að það eru mörg söfn á svæðinu. Við höfum náð að skapa þá ímynd með bæði safnadögunum okkar og sameiginlegum auglýsingum. Fólk veit af okkur, þó þurfum við kannski oftast að gera eitthvað sérstakt til að fá nærsamfélagið inn í heimsókn til okkar á söfnin, ekki bara ferðamenn. Og þar sem við erum með í okkar félagsskap, til dæmis bókasafn, listasafn, byggðasafn, sjóminjasafn, torfbæ, mótorhjólasafn, flugsafn, leikfangasafn, skáldahús og fleiri, þá eru verkefni safnanna mjög ólík. En við eigum samt margt sameiginlegt, bæði í þessu innra og ytra starfi. Við erum öll að halda utan safnkostin okkar á einhvern hátt, skrá í gagnagrunna og koma haganlega og aðgengilega upplýsingum og heimildum fyrir.
sem auðvitað forsendum fyrir því að gera það sem hefur verið safnað aðgengilegt, bæði til rannsóknar og skemmtunar, sem það að gera í tengslu við sýningahald og viðburði. Og það auðvitað það sem við erum öll líka að gera. Við erum að gera sýningar, við erum að halda viðburði, við erum að skemmta og fræða og taka á móti gestum. Og ég ætla að segja ykkur stuttlega frá helstu verkefnum sem við höfum staðið að í gegnum árin. Þau sem hafa styrkt okkur og við teljum að sé mikilvægt að við vinnum í saman sem heild. Eða við teljum allan að við fáum eitthvað aukalega út úr þessu samstarfi. Og þetta eru þá sem sagt okkar sameiginlegi bæklingur sem við höfum gert í samvinnu við álíka félagskap hjá nágrönnum okkar í Þingeyjarsýslu. Ég ætla að segja ykkur frá Eyfirska safnadeginum, samsýningu safnana, námskeiðum, fyrirlestrum og öðru sem við höfum verið að gera saman. Og ég ætla að byrja að tala um það sem snýr að kynningamálum og ímyndinni, sem bæklingnum, safnadeginum og sýningarhaldi. Það ætti að hafa birtast annars slagið í þessu erindi hjá mér myndir af ýmsu kynningarefni okkar gegnum árin. Sameiginlegar auglýsingar, myndir frá viðburðum og þið hafið séð nokkra útgáfur af því sem við höfum verið að gera og hvernig það hefur þróast. En bæklingurinn, hann hefur komið út þegar við höfum fengið styrk frá Eyþing eða sóknaráætlun Norðurlands eystra. Við höfum gefið bæklingin út 6 sinnum. Við höfum þá prentað upplag sem dugir okkur í svona 2-3 ár og svo endurnýjum við, bætum hann og breytum. Þetta hefur sína kosti og galla eins og allt prentað efni sem ekkert uppfært reglulega og frá svona mörgum og ólíkum aðilum sem allir taka líka sjálfstæðar ákvarðanir breytingar og eins og breytingar á opnunartíma og gjaldskrám og sýningum og öðru slíku. Og það getur verið alltaf flókið að gera slíkan bækling sem á enda svona lengi þegar tæplega 40 aðilar að auglýsa sig svona saman á eigin vegum. Og alla jafna þá höfum við bara unnið þessa vinnu sjálf, annaðhvort stjórn safnaklassans eða þar til skipuð verkefnastjórn og þá annaðhvort í sjálfboðastarfi eða meðfram öðrum störfum. Og það hefur bara reynst náttúrulega gríðarleg vinna að gefa út svona bækling og halda utan um hann. En okkur finnst bæklingurinn skipta okkur máli. Okkur finnst gott að geta verið með sameiginlegt kynningarefni sem við dreifum hérna á svæðinu. Þannig að þrátt fyrir alla netmiðla og sjálfstætt kynningarefni þá höfum við haldið í bæklingin. Þó það sé í rauninni alltaf óvissa á milli ára hvort að hann verði gefinn út áfram. Og auðvitað eru opinberir aðilar sem kynna svæðisbundna starfsemi og taka saman álíka upplýsingar. Markaðsstofurnar, Akureyrarstofa, menningarfulltrúar sveitarfélaga, á heimasíðum hvers sveitarfélags hægt að nálgast allar þessar upplýsingar í rauninni. Þær samantektir ná annaðhvort þá yfir stærra heildarsvæði en við störfum út frá eða minni svæðum. Hvert safn fyrir sig tekur þannig þátt í slíkum kynningum og sér sig þar. En eftir að þessi tónn var settur að tala söfn í Eyjafirði, þá hefur það bara einhvern veginn reynst okkur vel að við teljum. Afmarkað svæði fyrir okkur að vinna með, 1/4 en margir þéttbýliskjarnar og mjög mikið að vera til að vinna með. Og varðandi safnadaginn, svona safnadagar eru auðvitað víða land í ólíkum útfærslum. Við höldum okkar í Eyjafirði á sumardaginn 1. sem í enda apríl. Við færðum hann fyrir nokkrum árum, við vorum alltaf með hann fyrstu helgin í maí. Okkar nálgun á safnadaginn var að þetta gagngert til að kynna söfnin fyrir nærsamfélaginu. Það hefur alltaf verið frítt á söfnin þennan dag og við höfum verið að reyna að gera okkur aðgengileg fyrir íbúum á svæðinu. Þess vegna héldum við þetta líka svona fyrir utan mesta ferðamannatímann. Það skapar alveg líka smá vandamál því auðvitað eru mörg söfn sem eru bara með opið á sumrin og að þessum árstíma varla að byrja með starfsemi eða komið starfsfólk. Þess vegna ekki endilega alltaf öll söfn með á þessum degi. Það fer bara eftir aðstæðum svona hvert vor fyrir sig, en við erum oftast á bilinu 15-20 aðilar sem taka þátt í deginum. Við höfum svona til gamans haft þema á safnadaginn sem hvert safn útfærir svo bara eins og þeim hendar. Það fyrst og fremst gert til að sýna að þó við séum svona ólík, þá getum við fundið sameiginlega snertifleti, hversu frjálslega túlka sem það svo hjá hverju safni. Samsýning safnaklassans í menningarhúsinu Hofi á Akureyri var angi af þessu. Við opnuðum sýninguna oft á safnadaginn eða í kringum þann tíma og gripirnir fengu að standa sumarið. Markmiðið var að sýna hvað fjölbreytileikinn mikil á svæðinu, en við erum það mörg að bara einn gripur frá hverju safni gaf mjög góða mynd af fjölbreytileikanum sem var í boði.
Og þetta svona í grófum dráttum starfið okkar út á við, þó margt hafi auðvitað breyst og verið gert í gegnum árin. En það sem við höfum líka alltaf reynt að vinna að og í samþykktum félagsins og yfirlýstur tilgangur og skiptir okkur líka bara miklu máli, það að stuðla fræðslu og endurmenntun innan hópsins. Við höfum verið að fá til okkar námskeið og fyrirlesara þegar við sjáum eitthvað sem hentar fyrir hópinn. Sem dæmi þetta þá höfum við fengið inn fyrirlesara og starfsmenn safna utan safnaklassans til að kynna málefni sem varða starfið. Það hefur til dæmis verið haldið kynninga á starfi ICOM, Alþjóðlegu safnaráði og Íslandsdeildinni, en íslensk safnalög eru tengd alþjóðlegum lögum safna. Við höfum líka fengið kynningu á starfsemi Bláa skjaldarins sem eru alþjóðleg samtök verndun menningarverðmæta. Við fengum nýlega 2 námskeið til Akureyrar, annað var skráningu í sameiginlegan gagnagrunn safna, sarpur.is, sem flest söfn skrái og þá buðu fleiri söfnum á Norðurlandi að taka þátt. Einnig erum við nýbúin að sitja námskeið meðhöndlun safnkosts og við fengum til þess forvörð til að fræða okkur þau mál. Þannig að þó að aðilar safnaklassans séu mjög ólíkir, þá finnum við oftast einhvern sameiginlegan flöt. Auðvitað henta ekki öll námskeiðin alltaf öllum og það taka ekki allir alltaf þátt, en bæði söfnunar og sýningarstarfið, það sameinar okkur líka. Og eitt af því sem við höfum verið að gera undanfarin ár að fara svæðið og heimsækja hvort annað. Við skiptumst á að halda aðalfundi og svo í kjölfarið þá sýnum við hvort öðru hvað við erum að gera, sýnum sýningarnar okkar, skoðum húsakynni og geymslurnar. Þannig kynnumst við og fáum stuðning, kannski leitum við ráða, fáum hugmyndir og auðvitað aukum við þá bara skilningin okkar á störfum og aðstæðum safnanna í kringum okkur. Það alltaf eitthvað nýtt að gerast og landslagið í þessum efnum breytast. Svo það bara mjög mikilvægt að halda líka bara góðum tengslum og vita hvað að gerast í kringum okkur. Og svona í lokin þá erum við auðvitað komin sem heild á samfélagsmiðla og erum að fikra okkur þar áfram. En það bara í þróun hvernig við erum að gera það sem þessi ákveðna heild. Við erum á Facebook og nýlega líka Instagram. Þessar síður byrjuðu fyrst og fremst út af þessum viðburði Eyfirska safnadeginum. En svo þegar við fórum að koma bæklingnum í rafrænt form og öll söfn fóru auðvitað að vera duglegri að búa til viðburði á samfélagsmiðlum, þá vantaði okkur einhvern vettvang til að koma þessu á framfæri. Við kynnum okkur á Facebook og Instagram undir heitinu Söfn og sýningar við Eyjafjörð pluss hashtagið Eyfirski á Instagram. Þar erum við bara að reyna að setja inn efni sjálf, hvert safn fyrir sig þegar tilefni til. Og markmiðið auðvitað að gera aðgengilegt fyrir þá sem að leita sér að þess konar afþreyingu að sjá okkur saman á einum stað. Og það sem auðvelt að koma upplýsingum á framfæri hratt og breytilega. Og svo nota þennan vettvang til að beina fólki áfram inn á síður safnanna þar sem nánari upplýsingar yfirleitt að finna. En þetta ennþá aukaafurð hjá okkur og við erum að reyna að finna út hvernig best að færa svona sameiginlegar kynningar á jafn kvikt form og samfélagsmiðlar eru. En annars þá mjög lítið hægt að fletta okkur upp í netheimum sem þessari heild safnaklasi Eyjafjarðar. Það nefnilega mjög margar áskoranir við að halda út svona samstarfi. Það margt mjög gott og gefandi við þetta og við fáum margt út úr þessu. En þessu fyrirkomulagi eru ýmis takmörk sett. Það mikil vinna á bak við allt sem gerist í svona samstarfi. Hver auglýsing, hönnun, viðburður, Facebook-færsla, námskeið eða skemmtun. Að safna saman og halda sambandi við svona mörg söfn og ólíka aðila bara mjög stórt dæmi sem fólk hefur bara mjög misjöfn tök á að sinna sem aukaafurð í safnastarfinu. Minni söfn með starfsmenn í mjög litlu starfshlutfalli eða í sjálfboðastarfi, það getur bara mjög erfitt fyrir þessa aðila að taka þátt, hvort sem það að senda fólk á námskeið eða bara hreinlega að svara erindum. Aðstæður eru mjög breytilegar hjá þeim, stærri söfn þau hafa svo líka bara meiri umsvig. Þannig að hlutfallslega þá eru ólíkir aðilar í safnaklassanum oft bara í mjög svipaðri stöðu við að reyna að halda sjó hver á sínum stað og hver með sín verkefni. En ef það einhverjar spurningar varðandi safnaklassa Eyjafjarðar, þá velkomið að senda mér fyrirspurnir. Það eru upplýsingar mig á heimasíðu Minjasafnsins á Akureyri og annars bara þakka ég fyrir mig og vona að þetta hafi verið fróðlegt.